Já, góðan daginn. Í þessu vídeo verður svona almennar hugleiðingar ret í byrjun. En hérna á myndinni við hliðina á er einmitt höfundur byrjunar, Richard Reti, sem lést aðeins 40 ára gamall úr skarlatsótt, ef ég man rétt. En hann var mjög hæfileikaríkur skákmaður. Nú, það er þetta F3, D5, C4, B4. Þetta er það sem ég er hrifnastur af fyrir hvítan. Ég myndi segja að D4 sé svona prinsipleikur á móti C4 í öðrum. En þetta má leika C6 og svoleiðis, en ég held að D4 sé svona, það er svona mesta testið fyrir hvítan, sko. Nú, B4 er áhugaverð hugmynd, auka rýmið og biskupinn getur verið á B2 og svo framvegis. Nú, F6 er krítiska línan, sem svona flestir sterkur skákmenn tefla. Ég ætla að byrja að fara yfir F6 og taka fyrir svona optiona hjá hvítum og svörtum. Þetta er svona eiginlega fyrir báða bara. Svo tek ég svona aðra leiki eins og G6 og C5 og eitthvað í lokin. En hér er skákin Adrian Demuth á móti Jan Krzysztof Duda 2014 og þeir hafa báði telt Reti með hvítu. Demuth gefið út bók byrjunna, þannig að þeir vita alveg ágætlega hana. Nú, E5, C5, þetta er búið að vera svona tapjan í þessum variant, og A5. Og svartur eru þetta sem sagt að challengea hvítu piðakeðina á B4, C5, en hvítur vill halda því fram að svartur sé búin að veikja sig hvíturritunum sem er biskupinn fyrir hér til dæmis C4. Nú, teóriðan er sem sagt, ég ætla bara að fara yfir það sem best. Þannig að A4 skák, biskup D7 mainline, dráin D7 telst líka eitthvað svona sem getur alveg verið option. Biskup D7, B5, á fórnar hérna hvítu peði, biskup C4. Nú er hvítur á leik hérna, þá myndi hann drepa á G8, hrókur drepa á G8, leikur dráin C4 og hótar á G8 og C5. Og svartur svolítið veikur á hvíturritaröðinni hérna, ritar E7, drepið, biskup A3, ritar A6. Þetta er sem sagt það sem ég tel að vera best fyrir svartan. Hrókir ring, ritar B4, D3, biskup F5, já, og leikar hrókur C1 og hrókur E1 hefur líka telst, og þetta er nú talið nokkuð jafnt. Hvítur mun leikar þetta E4 og ná í D4 pið. Biskup F5 er ágætisleikur, hrókur C1, B6, nú hvítur getur skáka á F7 hérna, en það er nú líklega óljóst bara. Það má ekki gleyma því að hvítur er búin að fórna einu peði, sko. Og það sem hvítur telur sigur með í bætur er að kóngstaðan hjá svörstum sé vandamál. Og þessi skák teldist svona, ritari D2, lungrókun, ritari H4,
Svartur var piðin yfir og þetta endaði nú í jafntefli. Já, hérna gerði hann mistök svartundrap á F2 og hér átti hvítur að tefla þetta svona. En ég held að þetta sé svolítið shaky variantu fyrir hvítan. Ég ekki alveg viss að hvítur sé með nægilegt spil fyrir peð hérna, en það getur vel verið að hann sé með, hann náttúrulega með eitthvað spil, en ég ekki viss að sé nóg fyrir peð sko. Því ætla ég að stinga upp á annari leið gegn F6. Já, ég ætla að segja að benda á athyglisverða möguleika hérna og leika ritara A3. Nú hugmyndin hjá hvítum er að fara með hann á ritaran á C2 og leika svo G3, biskup G2 og tefla svona eins og Benoni með hvítu. En hérna er skákin Aronian, Topalov leika E5, ritari C2 og já, Topalov leika hérna ritari A6. Nú C5 eða það blir svona, þá fyrir hvítu bara í svona Benoni setup. Þannig að þetta hentar ágætlega þeim sem tefla Benoni og Benko til dæmis. Hér er skák í þessu og hvítur hótar að fara á D6. Já, hvítur náði áætlunarverkinu, hann lúsa sig við biskupin hérna. Þannig að þetta er svona straightforward Benoni plön í þessu. Nú ef svartur leikur A5 til dæmis, þá er það telpilist að svona E3 og þetta er ágætisplan held ég. Ritari T2 geti komið til greina. Þetta er ykkur skák hjá Grandas Unica á móti Roman Eduard. Og þetta er svona tækifæri á báða bóga, stendur hér. Skulum baka. Já, ritari Hauses við telst líka. Skákin Kornei Nieto. Teltur svona. Og staðan er svona í balans, en hvítur er með mjög góðan biskup myndi ég halda. Svo getur verið Vetronik H5 getur verið á leiðinni hérna. Ýmsir möguleikar. Þetta er B3 eða þetta er E4. Kannski finni bara skákinu hérna. Að sjá, Kornei. Já, hann lék einmitt hérna
Þetta fór einmitt einhvern með svona rittar E4, drónik F8 og drónik H5. Hvítur var með ógnandi stuðu. Þannig að þetta er svona einföld plön í runni. En við skulum fara hérna skákina Aronian Topalov aftur. Topalov leikur rittar A6, hóku B1, C5. Það er alltaf mjög lokað núna. Já, og hér ákvað Aronian að skipta upp á að losa sig við svartöldabiskupinn. Eina 3. Hér var líklega best fyrir svartan að tefla þetta svona. Og svartu stendur sennilega ágætlega bara. Kannski var þetta ekki nóg gott plan hjá Aronian að drepa á D6 sko. E3 geti verið önnur nálgun á stöðunni. En skákin, skulum bara fara yfir skákina. Hún fór svona. Þetta er svona tilfæringar. Og hvítur pressaði hérna. Og hvítur vann þetta svo að lokum. Skákin Tiger Hillar, hans tikkarinn teldist með C5 hérna. Drepið. Rókiring. Róku B1 er annar möguleiki. Það er svona, þetta er allt svona opsjónar. Og T4 getur verið að koma. Þetta er nú allt svona normal. Hér var Róku B1 áhugaveruleikur með hugmyndinni biskup A3. Hvíturleikar þetta er B3. Nú er svarturleiki hér, þá er komið F4. Þannig að svarturleik F4, já. Róku Bjarni 1. Biskup A3, það er pressað á C5 beði. Hvítur með góða biskupa. Og rókurinn getur oft verið á B5. Þannig að svartu komið í veg fyrir það. E3 lék Tiger. En rittara A1 kom til greina. Pressa á C5 beði. Dróning D2. Og hugmyndum dróning A5 næsta leik og mér líst nú bara nokkuð vel á hvítustöðuna. Já, hann leik E3, hittar C6, E-drepur. Og hér misti hvítur af þess að rittara A1 og pressa á með hugmyndinni rittar B3 og þægileg pressa sko. Í staðinn leik hvítur rók biskup C1 og svartu komst svona allt inn í skákinu og gott betur. Þannig að það eru þessir litlu leikir eins og Steini segir sem skipta máli. Þannig að það er leksíðin á þessar skák.
Já, þá er komið að öðrum leikjum. G6 öðru leikið. Hér er mótelskák hjá David Howell gegn. Hann sýnir hvernig á tabletum með hvítu. D3, E5, biskup G2 og hvítu fer í að auka rýmið á drottningaveng. Þetta er C6. Var líka í þessari skák sem var spurningmarki. Líklega var A5 betri. Getið til svona. Það er svona þessar hefðbundnu tilfæringar. Til dæmis Torre Miles Reykjavík 1980 til svona. Önnur hugmynd er hókur A2. Biskup F5. Sem sagt þá kemur hókurinn hérna sterkur á E-línuna eða F-línuna eftir hvernig vindar blása. Hérna voru F-línuna. Skákinn Dvirna í Kornaev 2014 og hvítu vann. Þetta er svona lærdómsríkt flip með hrókin. Það er náttúrulega þekkt hugmynd. En andstæðingur Howells Emre Can, leikritari C6. A5 góðuleikur. Og þetta er svona það sem hvítur vill, sko. Rýmið, reytina hérna á D6, CS5, B-línan verður opinn. Svartur er ekki minnið sérstaklega counter, sko. Og þetta er svona mjög góð benunista. Og búm, tjaldið fjall. Þetta er mjög svona stílhreint og flott hjá David Howell. Já, og að lokum er það skák með meistari Jan Timman á móti Jónas Lambert. Það fekk hann á sig C5. Timman svaraði sem biskup B2. Nú rittar F6. Ef hann hefði leikið F6 þá getur til svona. Og þetta er nú ekki neitt sérstakt fyrir svartan. Og það er með biskup, þá er hérna búm, smá gildra. Taktíska deildin. Og hvíturum betra. Þannig að F6 er ekki leikur hérna. Rittar F6. Skulum bara skoða hvernig Timman deildi þetta. Dróning C7. Það vildi fá E5 snemma þarna. Hrókering. Setur upp B4. E4 væri ekki góður út af sem svona og svartur er búin að útvikla sig of mikið og fara veikleikan í andlitið. Svona líka. Setur upp B4. Þá var þetta E3. Og hérna leik Jónas slæmum leik samkvæmt skáskýringum, biskup G4. Betra var að drepa á E3 og þetta byrja svona, en hvítur er með mjög skemmtilegt spil fyrir peð hérna á mínum mati og búin að hrókera biskupanir mjög juicy hérna á G2 og B2. Svartur þarf að svara ýmsum spurningum. D5 auðvitað á hótun. Þannig að Jónas kom ekki að tómum góðan hjá Timman. Þetta er bara D4 og E4 vinnur ekki kall, það komið til hann ekki einir einn. Þetta er bara D4
biskup D7 drepa á B4, ef hann leikir riddari C6 þá drepa á D4 og hvítur peð yfir og stendur betur. Já, hérna leik Timman dróning B3 en misti af sleggju eða semst mjög sterkur framhaldi. Við sjáum að kóngurinn á E8 á riddarinn E7 eru í vandræðagripir fyrir svartan. Hann getur ekki hrókera, þá missir hann riddarann og hrókur 1-1 getur verið að koma. Riddari B5 með þetta eftir það. Getur til svona A5, riddari B5 upprópunumverki. Dróning dripur. Já, og svartur hvítur með sem sagt mjög skemmtilega stöðu. Biskuparnir og vega alveg skipta minni upp sko. Svo allt ofan í á B7. Og já, svo þægileg reytir fyrir hvítan. Það getur verið með biskuparn á A3. Svo rúla peðin saman, þannig að þetta teflir sér svolítið sjálft. En Timman hefur kannski mistað þessu en kannski bara fundið staðan og þægilega þurfti getur pæli ykkur svona. Dróning B3. Það dreipur á C2, þá það þægilega hvít út af leppunni, hrókurinn leppar biskupinu þessu. Dróning B1 svaraði hann hérna upprópunumverki. Býtir 1 fyrir riddarann á C2. Dróning D6, nú að hrókerar, þá þetta þingaði vinningur. Skulum bara sjá hvernig þetta teldist. Hann peði yfir með biskupana. Þannig að þarna sigraði viskualdurinn á móti ungu kynslóðinni og Jónas Lambert kom ekki að tóma góðunum hjá meistara Timman. En svona til að summa þetta upp þá myndi ég mæla með að þeir sem teflir á hvít skoði hérna riddari A3 frekar en E3 eða aðri leikir og svo tefla svona Benoni setup riddarinn á C2. Þetta var bara svona almenns eðli sem þetta var bara svona eitthvað sem mér fannst áhugavert. Takk fyrir.